orðið krabbamein ótrúlega gildishlaðið og þegar maður ungur þá heldur maður bara að maður sé að fara að deyja. Það bara krabbamein, þetta bara svo stórt og mikið orð og maður einhvern veginn bara fattar að maður sé dauðlegur. Þó maður viti það að það deyja allir og þá einhvern veginn sér maður það ekki fyrir sér. Tölurnar sýna að 1 af hverjum 3 fær krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Þannig að Krabbameinsfélagið að sjálfsögðu gríðarlega mikilvæg stofnun og svona regnhlífa samtök fyrir líka smærri félög. Já, ég heiti Sóley Kristjánsdóttir og vinn sem vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni og plötusnúður gegnum mörg ár. Og ég sem sagt greindist með krabbamein árið 2017 og þá var ég 37 ára og hélt bara, aldrei verið veik og hélt bara að ekkert gæti komið fyrir mann. Maður með 2 lítil börn og það kom mjög mikið á óvart. Ég var sniðug að taka mér veikindaleyfi af því að maður heldur alltaf bara að maður geti bara gert unnið og gert hitt, bara alltaf sama einhvern veginn. Maður heldur einhvern veginn að þetta sé ekkert mál, en síðan þetta náttúrulega bara, maður þarf að setja heilsuna í forgang og ég ákvað bara að taka mér bara hálft ár í leyfi á meðan ég væri að gangi í gegnum þessar meðferðir og ákvað bara að snúa þess upp í að reyna að gera eitthvað fyrir mig á þessum tíma. Og ég gerði mér alls konar plön, hvað mér langaði að gera og hvað mér langaði að læra og eitthvað sem ég aldrei gefið mér tíma í. Eins asnalegt var hljómar að þá reyndi ég að gera þetta að skemmtilegu tímabili. Og þegar ég hugsaði tilbaka að þá var þetta ekki bara eitthvað svona hræðilegt að því ég gerði svo mikið af góðum hlutum sem að sitja eftir líka.